Komið þið sæl og verið velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur á þessum fallega föstudegi og við ætlum að byrja þáttinn á menningarlegum nótum og í tónlistinni meira að segja. Því að núna helgina ætla Þórarinn Stefánsson, píanóleikari, að flytja verk Sveinbjörns Sveinbjörnssonar bæði í Reykjahlíðarkirkju í Mývatnssveit og í Hofi á Akureyri á sunnudaginn. Og vertu velkomin, Þórarinn. Þakka þér fyrir. Sko ef við bara byrjum á tónskáldinu, Sveinbirni, þetta það ekkert ástæðulausu sem þú ætlar að spila verk eftir Sveinbjörn. Nei, það kemur náttúrulega til að því kannski að ég búinn að vera að rannsaka píanóverkin hans sem eru nokkuð mörg. Þau eru kannski ekki stór í sniðum, frekar smá svona í anda 19. aldar rómantískra tónskálda sem semja svona í þessum, hvað er að segja, beikiskógar rómantík Skandinavíu og Þýskalands, sko. Já. Þannig að það er engin sérstök stórvirki þarna, en þetta er allt afskaplega falleg og hljómfalleg og fögur tónlist sem þarna er. Málið er kannski það að Sveinbjörn semur, já, hvað ég var að segja, á 7. tug píanóverka. Já. Eins og ég segi öll frekar smá, það er engar stórar sónutur eða neitt slíkt þarna innanum, sko. Aðeins 2 þessara verka eru vel þekkt. Einmitt. Ídil og Víkjuvaki sem gjarnan eru spiluð. Já. Restin af þeim er lítið eða óþekkt og hefur legið í handritum í handritasafni Þjóðarbókhlöðunnar frá því að ekkja Sveinbjörns gaf ríkinu þessi verk árið 1954. Já. Með það í huga að þau yrðu gefin út. Já. Og ég hef sem sagt verið að vinna í því núna, já, allt og mörg ár að koma þessu í prent og það er að hafast. Frábært. Það er að hafast, þetta er að verða 9 bækur með þessum verkum. Og þetta átti náttúrulega alltaf gerast sko 2017 sérðu til. Já. Því að Sveinbjörn er fæddur 1847 og deyr 1927, þannig að hann á 7 alveg sko. Já. En það er eins og það er meðfram allt og mikilli vinnu, þá vinnst þetta hægt en betri seint en aldrei. Já, auðvitað. Og núna 2021 er þetta semst að hafast og ég er búinn að koma þessu semst á bækur og hljóðritaverkin til útgáfu á geisladiskum. Og svo bauðst þetta tækifæri núna að kynna þetta lítillega hjá tónlistarfélaginu og inn í Reykjahlíðarkirkju, þannig að ég ætla bara að gera það á sunnudaginn. Já, akkurat. Núna morgun laugardag verður í Reykjahlíðarkirkju. Já, ég ætla að skreppa þangað og spila fyrir Mývetninga og þeirra gesti. Já, frábært. Og svo klukkan hvað eru tónleikarnir á sunnudaginn í Hofi? Ég held ég séu klukkan 4. Klukkan 4, akkurat. Og ég ætla að segja svolítið mikið frá. Já. Þannig að ég mun spila en tala líka svolítið. Það þarf að fylgja þessu hlaði með örfáum orðum og svona aðeins að koma fólki inn í þetta. Þannig að þetta er svona kannski, ef maður segja, blanda fyrirlestri og tónleikum. Já, frábært. Ég vissum að það er margar sem þyrstir einmitt í það líka, vita meir þetta, því að Sveinbjörn er náttúrulega okkar fyrsta tónskáld, ekki sant? Já, sko, það má segja að þetta sé svolítið merkilegt með það með Sveinbjörn að hann er okkar fyrsta tónskáld og hann er fæddur 1847. Á þeim tíma eru náttúrulega Beethoven og Mozart og allir þeirra félagar löngu farnir yfir móðuna miklu og við erum stödd þarna inn í miðju rómantíska tímabilinu. Þá er Íslands fyrsta tónskáld að fæðast. Sko. Já. 20 ára gamall þá er hann búinn að læra til prests. Einmitt. Af einhverjum ástæðum, þú getur rétt sett í sporin, sko, prests lærður af hámenntuðu heimili. Pappans var konferensráð, konungskjörinn þingmaður, yfir dómari og menntafólk. Sveinbirni voru allir vegir færir að fá góða stöðu hér heima. En nei, hvað gerir hann? Hann tekur sér far með seglbát til Kaupmannahafnar til þess að læra tónlist. Já. Hann hefur bara svona fyllt hjartanu. Já, fyllt hjartanu heldur betur. En ég meina, hver er bakgrunnur tónlistar á Íslandi á þessum tíma? Það er ekki auðvangarð að gresja. Hvaðan hefur hann sína mótivasjón sem er mjög merkilegt að velta fyrir sér. Sko. Já, það er merkilegt. Ida Pfeiffer, austurískur landkönnuður, er hér á ferð á þessum svipaða tíma og hún segir frá því í ferðasögu sinni sem kemur út 1852 að hún hafi fundið alls 6 píanó
í Reykjavík á þessum tíma. Eitt af þeim hefur verið á heimili Sveinbjörns, því hann lærði svolítið á píanó, svolítið í gítarleik líka. En það er engin tónlistarflutningur. Nei, og hún lýsir því þannig að hún hafi heyrt verk gömlu meistaranna leikna á píanó hér og þar bæinn, sjálfsagt af dönskum hefðarfrúm. En Guð minn góður, segir hún, þessi tónskáld hefðu örugglega ekki þekkt verk sín aftur. Nei, einmitt. Þannig að úr þessu sprettur einhvers konar þörf Sveinbjörns til að fara erlendis til að læra tónlist. Hingað kemur Jóhann Svendsen, norskur fiðluleikari, sem að hvetur hann áfram og það er kannski fyrir hans tilstilli sem að Sveinbjörn leggur í þessa ferð. Já. Hann fer náttúrulega þarna á bát og hreppir náttúrulega aftaka veður, getur rétt ímyndað okkur. Í einhverju seglskútu. Endar við strönd Skotlands. Nær aldrei til Kaupmannahafnar. Það er svolítið úr leið. Aðeins svona, þannig að það getur ímyndaðir. En honum líður vel í Skotlandi, hann er þar í 3 mánuði til að ná sér eftir volkið. Þó það nú. Þó það nú væri, og hann heldur síðan áfram til Kaupmannahafnar og klárar sitt nám þar. Já. En að námi loknu þá náttúrulega fer hann aftur til Skotlands en ekki til Íslands, því að það er ekki hingað að sækja í tónlist. Nei. Og engin grundvöllur fyrir hann sem tónskáld eða píanóleikara eða kennara að vera á Íslandi. Nei. Þannig að hann fer til Skotlands og býr þar eiginlega alla sína ævi. 45 ár. Þetta er stórmerkilegt. Já, þetta er svolítið merkilegt og það er líka kannski sprettur það því að þegar ég spyr eða spurði mína nemendur lengra komna og jafnvel foreldra þeirra og byrðu að nefna mér bara eitt tónverk sem Sveinbjörn Sveinbjörnsson hefur samið, þá standa menn á gati. Já. Einmitt. Á ég að spyrja þig það eða á ég bara að segja? Ég myndi standa á gatinu, ég geti nefnt það sem þú sagðir hérna í upphafi, með Víkivakan. Ídil og Víkivakan. Já, en það nefnir engin þjóðsöngin okkar. Nei, já, einmitt. Það nefnir engin þjóðsöngin og það er svolítið merkilegt finnst mér. Já. Að það virðist bara ekki vera almenn vitneskja það hver semur þjóðsöngina. Nei, það skyggir ekki svolítið á að Matthías samdi textan og fólk man eftir því. Og hann er oft kynntur þannig Nú heyrum við þjóðsöng Íslandsleikinn við texta Matthíasar. Já. Punktur búið. Það er ekki óalgeng kynning. Matthías er svo stela senunni, þegar lagið jafn mikilvægt ef ekki mikilvægara. Ef ekki mikilvægara, Þannig að já. Þetta er svolítið merkilegt og mér fannst eiginlega, mér rann kannski blóðið til skyldunar ef við segjum svo að ég sem kennari og píanóleikari að reyna að koma þessu einhvern veginn á framfæri. Og menn verður bara að taka viljan fyrir verkið og Sjá, ekki spurning, þeir eru eftir að gera það. Já, það ekki. Jú, það er ég alveg viss og við bara hvetjum alla til þess að mæta í Reykjahlíðarkirkju á morgun, laugardag og svo í Hof á Akureyri á sunnudaginn klukkan 4. Bara kærar þakkir fyrir að koma inn í þáttinn til mín Þórarinn og gangi þér vel með þetta. Þakka þér fyrir að fá mig.